Góðan daginn. Í dag ætla ég að sýna ykkur hvernig ég málaði þennan litla jólasvein. Rétt að fara yfir svona skyggingar og annað ef þið hafið áhuga á því. Annars bara, eins og ég segi, málið þið bara eins og þið viljið hafa hann og ég hafi gert hann svona. Mér fannst vanta svolítið mikið af línum sem ég hefði viljað nota til að hjálpa mér, þannig ég er með blýant við hendina þegar ég er að mála og geri það línur sem að mér finnst vanta, eins og teikna kassan, jafnvel skóna. Og svo er náttúrulega nauðsynlegt að vera með vatn í krukku eða glasið einhverju og tusku. Það maður er eitthvað að sulla. Og svo bara hefjast handa við að mála. Eins og þið sjáu þá, ég hraðspóla bara yfir hér að mála þessa stóru fleti, en bara, það sem ég vil helst aðalega sýna ykkur er bara hvernig ég fæ smá dýpt í myndina með að setja smá skyggingar. Og það er það sem ég fannst skipta svona mestu máli. Ég ákvað að hafa vettlingana græna. Og til að fá þennan lit að þá blandið örlítið að rauðum út í hvítan. Og svo getið þið aðeins stekt með að setja meiri rauðan eða lýst með að setja meiri hvítan. Ég bara að fá smá, ég myndi þá allavega alltaf setja undir, eins og ég segi núna, setja dökkt þarna undir. Ég reyndi að mála svolítið mikið, en það verður alveg nóg að setja bara hana undir. En ég skil alveg toppinn eftir ljósan á nefinu. Svo mála ég skeggið, ég ákvað að hafa það ljósgrátt. Það er náttúrulega líka verið möguleikið þarna að hafa það bara hvítt og nota þennan gráa lit sem í skyggingarnar. Svo er bara mála allt skeggið eins og þið viljið hafa það. Ég er ekki svona fljót að mála. Ég setti bara aðeins. Spólaði bara aðeins hraðar þarna. Sem ég sagði áðan, það sem ég er að mála stóra fleti, þá bara spila ég þetta aðeins hraðar. Alltaf skemmtilega bara að gefa sér góðan tíma og njóta þess sem maður er að gera. Ef maður er ekki sáttur við eitthvað, þá bara mála maður yfir það sem maður er ósáttur við. Það sem ég er að gera þarna, nú er ég að setja smá skyggingu undir húfuna og undir nebban. Þannig á skeggið og setja aðeins dekkri tón þarna. Ég vildi ekki hafa einhverju línur, þannig þó að ég byrja á að gera línu, að þá tekið svo gráan aftur og blanda þessu svolítið saman, þannig að dökki liturinn, hann smá dofnar inn í ljósari litin. Ég vona að ég skilji hvað ég reyna að fara. Núna virkar það bara svona línur, sjáðu, núna næ ég í gráatónin, eins og skeggið er, og ég blanda þessu svolítið svona saman, þannig ég læti þetta svona dofna, renna saman litinar, kannski orðað þannig. Fær maður pínu dýpt í það sem maður er að gera. Sama hana niðri. Það sjáu þið, ég fer í dökka litin þannig að hann dreifir svona úr honum. Og þetta blandast við þennan ljósa. Þetta gerir í rauninni allstaðar. Þetta er alltaf sama aðferðin, bara blanda þangað til maður er orðinn sáttur.
taka alltaf aðeins dekkri tón. Svo vil ég alltaf hafa einhverja ljósapunkta líka og þessu tilfelli ég ímyndi mér að birtan komið þarna hægra megin frá. Þannig ég gerir svolítið ljóst þarna. Þetta gerir þetta nú alls þar en það alltaf, ef þið fylgist með þá gerir ég alltaf dekkra undir hlutan, þú veist, eins og undir húfinu, undir nefinu, undir skegginu og gerir meira vinstra megin heldur en hægra megin á jólasveininum þar sem ég ímyndi mér að birtan komi hægra megin frá aðeins að ofan. Nú ég að mála pakkan, ég ákvað að hafa hann bláan og ég gerði flötinn sem snýr til hægri, hann þá ljósari heldur en flöturinn sem hliðin sem snýr til vinstri, sjáu þið, af því þar kemur ekki birtan. Þá fær maður þessa, sér maður þetta kassi, ekki satt. Og liturinn sem myndi þá vera ofan á kassanum þá ennþá ljósari jafnvel. Nema í þessu tilfelli slaufa ofan á og hún kannski gerir smá skugga sumstaðar. En aðalatriðið bara að byrja bara aðeins að prófa að leika sér með þetta. Þetta afskaplega skemmtilegt þegar maður fyrir að átta sig á birtu og skugga í því sem maður að gera. Það myndirna fá svo miklu meiri dýpt og vera svona, það eins og hlutirnir sem geta standi út eins og nefið, eins og maður sér að það verður kúlulega, maður sér að kassin kassalaga, skiljið hvað að fara. Þá ég búin að mála skóna og núna tók ég og blandaði rauðum og bara örlítið af svörtum til að fá svona dökkrauðan tón og nú ég að setja eins og þessi skugginn undir skegginu, ekki satt. Geri báði megin en ég geri meira vinstra megin á jólasveininum. Sama sagan alveg allstaðar á myndinni sjálfri eða á jólasveininum. Meiri skuggi vinstra megin heldur en hægra megin. Svo til að fá litin til að blandast hinum, deyja út og þá næ ég mér aftur í rauðan og læti þetta svona blandast þangað til ég orðin sátt. Það svo oft í svona teikningum eða þau maður að mála og teikna, línur geta verið pínu svona maður fær, hvað ég segja, það geta truflað, geta gefið ranga mynd af því sem maður að gera. Ætti kannski bara að gera annað vídeó einhver tímann til að útskýra hvað ég að meina þarna, ef þið hafið áhuga á því. Sko, þá komin þarna, en ég ekki búin, ég búin að skyggja skeggið og buxurnar, nú ég að fá svona ljósari, já þetta reyndar þarna, já kraginn á ermanum, það hafa það hvítt, en ég á alveg eftir að skyggja þarna í húfinn hans, ég geri það núna eftir og núna vil ég fá meiri birtu þarna ef sjáu þið, hvað gerir mikið að setja bara örlítinn birtupunkt efst á nefið, nefið bara pompar fram. Ég ákvað að hafa pappírinn með doppum, þannig að ég að gera það núna. Og svo slaufan, ekki satt, hún tvöföld, þannig að þá setjum maður pínu hann í miðjuna dekkri tón. Til að sjáist að þetta sé slaufa og hann hnúturinn. Og svo núna vil ég aðeins setja smá skyggingu í húfuna.
setja í dekkri tón þarna, búin að blanda þá bara líklega örlít annarkvort. Þarna möguleiki að blanda bara örlítlum bláum í grænan til að fá dökkgrænan. Og sjáu, nú bara komin einhvern veginn svona lín, ekki beint lína, heldur bara svona einhver dökkur flutur. Nú ætlum ég að blanda þetta þannig að þetta renni saman. Og bara hansi áfram, þangað til að maður sáttur. Og þetta geti ég gert við rauðu línurnar líka í húfunni. Og hægra megin var ég jafnvel hægt að reyna að blanda bara ljósari grænan til að fá birtuna sýnilega þar. En þetta allt að gerast núna. Núna er ég að setja smá skugga, ég er að skyggja vettlingana og þá setja ég neðan á vettlingana. Svo gæti ég gert að ljósa línur ofan á vettlingana. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, já, sjáu þið. Og svo setjum við smá birtubúnta líka á skóna. Núna ætla ég að mála kúlurnar og ég hafði aðra þeirra græna og hina rauða. Ég notaði nú bara svona grillpinna til að halda í meðan ég var að mála kúlurnar. Að gera að finna eitthvað því að alveg vonlaust að halda á kúlunum og mála þær þannig, þá verða bara puttarnir allir út í málingu. Bakliðina vil ég bara hafa mjög einfalda. Ég er ekkert að flækja hana neitt mikið því að mér finnst að framhliðin skipta mestu máli. Ég ætla bara að sýna þetta svona hratt. Sjáðu þið, bara þarna hefði verið gott að nota blýantinn og gera einhverja línur hvernig ég vil láta hárið þess koma. En ég lét bara vaða bara beint með penslinum. Svo er mjög smart ef maður á svartan fingirnan penna, svona í lokin, að gera línu með honum til að marka skilin á húfunni og hárinu og þessu. En ekki nauðsynlegt frekar en þið viljið. Sett pínu svona til að fá pínu lífi í þetta. Það var heldur dökkur gráleitur hjá mér. Þá lítur hann svona út og þá var bara að leggja loka á hönd á, setja spottan í. Sjáu þið, ég þræddi perlurnar þannig að myndaðist likki hann uppi. Vona að þetta hafi hjálpað eitthvað til að útskýra skyggingar. Þá er þetta komið. Takk fyrir mig.